Eða Guðrún, byrjum bara á leiknum. Þetta var bara svona samfærandi sigur, ég geti að segja það. Jú, mér fannst við hafa yfirhöndina allan tíman og bara flott að skora 3 mörk og halda hreinu. Já, og ykkur leið vel inn á vellinu, þið varum stjórn á þessu. Já, mér fannst það, það voru alveg einhverju kaflar þess að þær kannski fengu eitthvað smá, en heilt yfir fannst mér við vera með góða stjórn á leiknum og halda vel í boltan og svona. Það skrítinn aðdraganda þessu leik, hvernig var bara fyrsta lagi að vakna í gær og allt hvítt og óvissan og hvernig hefur þessi sólarhringur eða rúmi sólarhringur verið? Gærdagurinn var rosalega skrítinn, hann var leið eins og það væri 4 dagar í gær, það var svo mikil óvissa og við vissum í rauninni ekkert hvað væri að fara að gerast, hvort við fyrst vissum við að það væri ekki að fara að spila í gær, svo vissum við ekki hvort það myndi vera í dag eða hvort það myndi vera seinna og mikil óvissa í því, þannig að já, gærdagurinn var rosalega skrítinn en svo náttúrulega fengum við þetta staðfest í gærkvöldi og þá gátum við bara sett okkur inn í það að vera að fara að spila í dag, þannig að dagurinn í dag var fínn en gærdagurinn var svolítið erfiður. Hvernig var bara klímað aðstæðanir í dag? Þetta mjög kalt, svolítið frost. Já, það var rosalega kalt og maður fann svolítið fyrir því kannski maður að taka innköst og að taka miklu spretti og maður fekk alveg kalt í loft í lungun og svona en við höfum gert þetta áður og maður fer bara í 2 lög af Under Armour innan undir og svoleiðis, þannig að það er allt í góðu. Framhaldið skemmtilega þetta núna í ljósi þessa úrslita og undankeppni HM framöndan, hvernig leggst framhaldið í með landsliðinu? Bara mjög vel, þetta er bara mjög mikilvægt að halda okkur í A-deild og við klárum þetta verkefni bara mjög vel fannst mér. Þannig að já, það eru skemmtilega leiki framöndan, mikið undir og maður hlakkar bara til að hitta stelpurnar aftur. Takk hérlega. Takk.